Ég veit ekki hvort ég þóra þú fikk þreymur. He. Svona? Ok, núna því. Hefur ekki bara að segja við síðan. Heyrist á strífinu. Ready? Vá. Ok, það var í 101 kilobit per sekund. Hressir. Við erum að detta sætt í Champions Select fyrir síðasta leikinn í kvöld. Já. Og Það ekki gott mér. það er að detta allt út hjá okkur og Já, núna heyrist í mér. þetta hérna er í klessum. Ég ætla rétt að sjá hvort ég... Seifaðast þetta ekki? Nei. Ég ætla rétt að sjá hvort ég geti lagað þetta eittur og bingo. Það lítur ekki alveg út fyrir það. En ég ætla samt að reyna. Það lítið minna. Svona. Er þetta ekki bara nógu gott? Jú. Good Leppum bara enough. webcam. Já, þið þurfum ekki að sjá okkur, við erum bara með bauga og hann er svolítið þreyttir. Já. Já, ef ekki að... Guð því þið tala um þetta eða eitthvað? Það er kannski smá precaution að við munum örugglega vera hljóma mjög þreyttir. Það verður kannski minna action í okkur tveim en við verum hressari í fyrramálið og tökum morgundaginn með stæl. Við sjáum hérna að Mafían er bara búin að gefast upp á Turismo og ætla að banna allt sem hann spilar. Algjörlega komið með fyrir hann að geti eitthvað. Og annars er Skákamát að banna bara mjög svipað áfram. Það eru hræddir við Nocturne frá honum, Mr. Smile. Já. Vilja ekki að þarna Retro fara á Makai heldur. Og auðvitað var Xavi að brillera á Ari í fyrsta leiknum. Já, hann var algjörlega með þessi faker mechanics á hreinu, sko. Og við erum að stríma einhverju allt öðru. Nei, við erum að stríma þessu. Er það rétt? Já. Þú vil kannski sjá þetta líka þarna, einingur. Nei. Ó, Jesús. Abort. Jájá. Fínt mál. Ok, saman Elísa er ekki bönnuð þannig að þeir pikka hann í Mafíunni. Já. Diddi skellir sér á Núnú. Og... Já, Núnú og Jönnu bara same old, alveg eins og í fyrirleiknum. Já, solid pick. Charmander, þetta er bara comfort pickið hans á Jönnu. Spilar hana mjög aggressiv og spilar hana vel. Og ég myndi vilja sjá Mafíun að fara aftur í Tristunu nema að setja meira fókus á þá, hjálpa þeim. Já, taka meira píl fyrir hana. Þeir eru með Elise. En ströggleira var hvað Tristana gerði bara ekki neitt. Og eftir breytingar er hún sterk early en hún hafði bara engin áhrif í byrjun. Og það er Jinx í staðinn. Já. Jinx og Thresh, það er nú... Náttúrulega mjög svipaðar en bara Jinx hefur ekki þetta mobility sem að Tristana hefur með Rocket Jumpinu. Nei, spurning hvað Turismo er þá eiginlega að fara að taka. Það er Caitlyn, þetta er bara same old, super safe. Næst skal ég reyna að hljóma ekki alveg svona vonsvikinn. Já. Já, þeir lokka inn Thresh og Jinx hjá Glacier Mafia. Skákamát hafi yfir Caitlyn og veit ekki hvað þeir ætla að taka. Já, þeir virðast vera að ströggla pínu. Spurning hvað þarf hann Turismo á eftir til að spila topp. Charmander. Já. Þetta er örugglega einhver placeholder. Líklega trade version. Mögulega, ég veit ekki hvort við munum sjá
eða þá að kemur ljós að Solitaire Turismo eru með hæmendingar upp í erminni sem þeir eru að koma með út núna. Já, sem við höfum bara ekki séð. En ætli þetta sé samt ekki já, placeholder. Kemur ljós. Já. Kemur ljós. En við skulum ekki fara ómikið út í að þetta skildi vera placeholder. Já, hæmendingar er vist 6. Þannig að það er, Yep. þetta er bara, þú veist, sama liðið. Já, í rauninni. Vantar bara Jackson, en hann er bannaður. Þannig að Já, spurning með þetta Kale pick, eða er að taka Kale í miðjuna, hvort þetta er að vera bara, já, ultimate halda Jinx á lífi. Já. Og Kale og Renekton. Ok, nú þarf ég bara einfaldlega að aðtuga hvað Turismo spilar. Er hann kannski Renekton spilari? Sé einhverjum á þessu. Kíkjum á þetta. Á sama tíma eru þeir að taka hérna last pickið sitt. Já, við alveg rólegir í því. Taka sinn tíma til tournament draft, fá lengri tíma til að pikka til venjuleg draft. Já, það er spurning. Þetta er það sem Turismo hefur spilað mest sem er bara að taka á honum. Nema kannski Irelia Já, sem er opinn. En hún passar ekki beint inn í þetta. Veit ekki alveg hvað mér finnst skákamátkompið. Voru ekki með neitt hard frontline. En á meðan þeir voru með það í Glacier Mafia. Voru með Renekton inn og Thresh. Please. Ég klára þetta af. Brukar hann margt. En að glápi bara okkur með hann. Hæ. Með gullfallega menn á seint á laugardagskvöldi. Já, það er bara gaman. Klukkan korter yfir 1. Já, Turismo, við vitum það. Takk samt. Já, Heimer er 6, þannig að þeir eru með mjög squishy lið. Hvað þeir topplegri þeirra var hver áttur? Hjá Skákamát. Skákamát. Það myndi hafa verið dröbbabba. Gullfiskaminni. Fisk, Já, talandi gullfisk. Það var fiskurinn væntanlega, já, ég reyndar Gæri ræði það ekki fyrir að við sjáum Summoners þótt að ég hafi ekki séð það hérna áðan. Nei. En tanki fyrst topp, dettur mér huga síðan málið. Já, þeir eru að fara í þessi meiri damastíling komp, svona þessi karrija. Sko, ég fíla metnaðinn hjá mafíuna að setja í TSM. TSD. Ég ætla ekki að nóra doktorpartinn. TSM og þarna Skákamát fá mínustig fyrir að taka bara fyrstu 3 tjampana. Ætlar ekki yfir að öskra. Ég fer yfir á eftir og verð brjálaður. Ljótum skrínu. Mjög vansíkin. En já, mjög skemmtilegt að sjá þetta Kale og Renekton pick. Já. Ekki oft sem maður fær að sjá þau. Renekton er búinn að vera í góðu sumarfríi. Algjörlega. Frá því fyrra. Já, algjörlega. Og hann var gjörsmáþálandi. Ég veit ekki alveg hvernig honum ættir að ganga á móti þessum fists. Það verður eitthvað. Já, verður það. En annars er þetta bara same old. Skákamát spila þetta rólega og þarna treysta eiginlega á baklínuna að hrassa með
Six og Caitlyn og vera með hann að Jönnuskjöldin til að halda öllum á lífi sem að hann Charmander náði að gera ótrúlega oft í síðasta leik. Og Diddi flassarinn, últar, slóar alla og deyr hetjudauða. Já, mér finnst að skrítið að Retro er ekki að fara í þessi lane bully frekar heldur en Renekton. Ég meina, ok, Renekton er smá bully en samt svona, en þið geta farið í einhvern eins og Gnar eða ég var með annað nafn í huganum rétt á hann, Gnar eða Rumble, þannig að Gnar eða Rumble. Já, það er kannski hættur þetta að vera að spila Rumble á akkurat þessu móti þar sem að tveir bestu Rumble spilarar Íslands eru hérna. Já, maður þorir ekki alveg að Erfitt að standa samanburðinn. Já. En við sjáum Summoners, þetta er bara frekar típist. Já. En Fizz með Smite, nei með þarna Ignite og Teleport. Já, og báða supportina með Exhaust, Chavi með Ignite og meðan Solitaire með Barrier. Já, Solitaire ætlar hann að deyja ekki. Núna alltaf bara hef ég ekki séð Kayle spila heil lengi og veit ekki hvernig henni mun ganga á mid. En Xavi er mjög aggressív spilari og allavega í gamla daga þá var Kayle ágæðislega búli. Það verður spennt að sjá hvort að Xavi náði eitthvað að snowballa. Yep. Já, við erum að gana að skoða nýjustu Kayle-bildin og þetta gæti að vera áhugavert. Þó myndi þetta verður svona frekar standard HP-bild hjá honum. Já. Hvernig fór síðasti leikurinn? Síðasti leikurinn? Hjá Glacier Mafia og Skakumat. Já. Það er 1-1, Skakumat vann. Og er ekki hitt byrjað, þriði? Jú, þriði er núna. En í gangi núna? Já, satt. Þau voru að byrja. Ætlar ekki verið að öskra á Skakumat fyrir að taka ekki CLG. Ég gerði hausnum og ég vona þeir skinni í vonbrigði mín. Allir farnir að hyggsta. Þarna já Turismo er á Fizz sem að fyrir dag var að gera hryllilega hluti við óvanrið. Og þetta er bara svona same old, halda honum niðri og vona að botlinnið hjá mafíunni komast í gang. Já, þeir náttúrulega, ef þeir farið þá er hann líka með Elise sem er góð í að taka dregan, þannig að þetta er fínt gang fyrir það. Ég held nefnilega að Smile fíli Elise og hún er náttúrulega búin að vera bönnuð í báðum hinum leikjunum held ég. Já, mjög rétt. Þannig að það er spurning hvort að hann geti nýtt hann núna. Skin-leikurinn Xavi með þetta eina svona Riot Kayle sem að ef þið komið hingað upp yfir á morgun þá og pikkið í Olagruma Riot Bro þá fáið skrifið nafnið ykkar, username ykkar á lista og getið fengið Riot Kayle skin hjá hannum. Bara bótið hann og segja hei, ég vil þetta in-game og þú geði flott í guð. Svo fyrir þá sem voru að horfa á já, fyrir þá sem voru að horfa á United í dag og sem að vera lýsa með ykkur þá var einhver smá leyni leikur fyrir þá sem voru að hitta á hann Welcome to Summoner's Rift. Ég er bara fastu með tooltip hérna. Segja hann nokkur orð og Frábært. færi ykkur góð orð. Hvað segir þið? Svona, það var fastu. Já, herri. Ítu bara ykkar. Ítu niður á stíkuna frá. Búp. Jæja, ok, við erum live. Frábært. Ekkert invade, ekkert
Restir, 30 seconds until minions spawn. reyktir og rólegir. Mr. Smile að algjörlega rústa CS-inu í leiknum á fyrstu mínútunni. Já, frábæri byrjun hjá honum. Örugg gull hjá honum. Yep. En þarna annars þetta frekar standard hjá þeim. Fyrsti gull hans. Minions have spawned. Með reynda með smá AP. Já, þannig að hann fer ekki... Nei, bara svo áhugavert að sjá það. Kannski fer hann ekki full AD eins og við höfum séð. Við höfum mistað einhverju í fyktan okkar því það djúpu vort hérna. Já. Og sem ég styrti ekki þar að starta á lúinu. Hann gerir þetta. Það að smæta blóðstík og faðstöð. Hann smæta blóðstík og fara smá mana og... Það eru örugglega einhver svona vítatilfækt sem við erum að gleyma. Já. En það sem gerði í síðasta leik var að Mad Monkey og Charmander náðu skotlega undan og voru Þannig að tóku þeir Grottu sjálfur. Nei, sem að já, það er alltaf líkandi þetta Já, þeir eru komnir að level 2 veifið og hendur út hérna á volum til þeirra og sjáum hérna counterjungli hjá Didda leikur út reddið Mr. Smile örlítið og seinn var að koma þegar Diddi kláraði það og Diddi sprettar í burtu gera sem núna gerir best Lárlega Kristján var búinn að læra þessum leikinn þar sem hann gleymdi Trinket var byrjun svo vel fyrir lækkaði sound eða hætti mix Já Jesús Svona ætti þetta að vera betra eða hvað Eitt af þeim verður búin að græða sound en kemur að því Við endilega láta okkur vita hvað er núna Við sjáum hérna að Halli að drýtla á topp en spottar á ward Já, þarna kom Trinketið til góður að nota Vitu bara á honum Ekkert var að gerast Já Já, við veitum það einhvern veginn og allt Og það var enginn það var mikið stress okkur Nú voru þið komin og þá líður okkur illa Þegar mér sitja hérna baku okkur ef við viljum horfa á Nei, hvað? Já. Þið segið ekki orð Nei, það er ekki myndað núna Segið ekkert Anyway Er það læg Já Ég er bara þykjast En já, bara hérna þrír í gangi á millininu Daví, Adolf Mana, Diddi plassar á eftir honum Plassinu Veilaði ég svona mikið Mögulega, en Jú, hann var að reyna það en ef þeir hafa hægri klikkaðan þá autodirecta þeir í áttina til að smá þannig að það er erfitt að sjúka með svona og þetta er þá Frostblood yfir til Solitaire og já Turismo núna dálítið eftir í farmi rektur á kannski hans að
passan betur. Það var spurning hversu vel Turismo líður á fyrst og þeir er náttúrulega ákveðin sem búið. Komni inn á 4 taka midtowerinn. Blue team's turret has been destroyed. Og þeir eru þetta núna til að reyna að bjarga bottáanum áður en John Weekend og Summer Brown taka hann. En í staðið þá er hérna botan hjá Mafíunni aðeins búin að ná hann aftur í síðan og stafna sem er að. Já. Ditta ætlar ekki að vera djöngla, hann er bara hangið með þessu fína botfinni. Það verðist vera að virka fyrir þeim. Já. Skal koma að byrja að snemma að taka þessa towera. Það bara var nýtingar. Voru mjög sterkir í því í seinasta leik, en sterkar heldur en við sjáum áður og þeir kleiruðu hann. Já, það heyrðist ekki betur í þessu núna þar sem við myndum að fá kannski svona, en það betur fyrir að kýta hann á samtið. Við verðum að treysta á ykkur til þess að við okkur hvernig hljóðið er. Við erum aðeins eitthvað að treyta eitthvað óðurlega lítið. Já. En bakka báður út úr þessu treyti. Smá aðeins að skiptast á höggum bara. Við byrjuðum að vera tanki í fyrst. Já. Eða Black Leader, það er líklega trendi. Og öll augun eru á Mr. Smile og hvað hann gerir næst. Já, við sjáum núna að Skálk má vera að pinga á Dreka, þetta langar að taka hann. Hann er bara rólega núna. Það er kannski 1-1, þannig að hann vinnur þennan leik næst áfram. Merkilegt að koma þetta með húkan á hreinu. Virkilega óheppinn. Já, þau eru að þreita kannski bara húka til þess að húka. Já, sína einhverju áfram. Sjá hérna, Mr. Smile er búinn að koma sér fyrir í runnanum og Þú veist maður ekki að hafa hugmynd á honum. Já, en í staðinn eru Sittu niður að fara og Hann einhverju fyrir smá en næra sleppa í burtu. Solitaire er komið þar baki. Já, en Víkend að koma frá. Reynir að stoppa recallinn. Þesta, reynir að stoppa það. Hann geta fannir út og þetta eru skiptir Solitaire. Charmander. Það er þannig að Víkend tekur hann með sér niður með Super Mega Death Bracket. Og já, Vision Controlið sem að Skálk kom að hafa í þessu neðra tjöngli. Virkilega fallegt. Jöp, og maður það er einhvern veginn bara að refsa fyrir róm. Þetta er annað rómið, eða fjörumanna rómið á miðjum tíma. Og maður það er bara ekki hálfum. Nei, við komum að koma með 2 sterkvöldur og 2 kill. 3 kill, þeir drópaði hann að bottinni saman. Og svo er það Drekinn á eftir, en Smile og Xavi er hérna á leiðinni. Og Dikki bættan á að skora þetta. Xavi getur hann þetta og það er Drekinn sem fer til. Það er ekki Mafía, hvað er þetta með þig? Nei, það er ekki Smile. Það er ekki? Nei, svo heitir það ekki að stólið þessu og... Nei, þetta hefur bara verið, þetta var super ekki. Þetta var örugasti Dreki sem ég sé lengi. Já, ég veist ekki að það er þegar hann bóttaði niður í kringum 4 og það er ekki mjög háttið. En já, húðum það farið við þetta. Ég kom alltaf, var ekki með táinu með mitt. Það var þeirra, það var gert. Gullið gersamlega hnífjant. Næstum því. Við erum búin að fá hann að Dreka. Það hafi ekki, hvert var þetta bara? Átti að fara í Mad Monkey Go en fór rétt aftur það. Hann vildi.
meina þessi pinkból hérna, það er spurning hvað er með hann. Já. Og þeir eru bara með vision út allt. 2 sidestones, milljóvortar og ætla bara að búsinu í törn. Það er það. Það var Matmangík og Svolítið fyrir að reyna að flytja hann niður mitt towerinn og ná hann niður í 8 HP. Já, frekar róluleikur líða að skiptast á því að púsa. En Xavi hérna er að átsja þess að freka vel. Sjáum hérna að reyna að fara inn upp í 4 manna rómið upp á topp til að drepa Retro. Turismo kemur með hann útiðinn á hann og hann fellur, já. Turismo tekur hann og Solitaire náða svo hann örlítið út úr með ultínu sínu og sýnist þetta og þeir ætla að taka topptárinn. Skákamát eru mjög vel strategískir í þessum rómum og drepa og taka turna. Kom með alla ytri tárana núna. Mafían nær vonandi að svara fyrir sig. Já. Ná að íta niður mitt líka eitthvað eins. Og Þeir halda áfram topp. já, þeir þrá turna. Þetta er bara greið að virka frá. Já, Retro nær kannski að koma í tíma til að stöða á. Nei, sýnist ekki og þetta er bara 2 tárar fyrir 1 þessi dreyti og 1 kill. Jöp, og þeir sjá gjörsamlega allt í kringu sig. Og En eins þetta og Mega Death Row gat ekki. Þetta var Það þetta var ekki neitt. að gera neitt. Kveðja, kveðja gæinn. Það er svolítið sjálft að sjá þarna úrtís fara út í ekki neitt. Já, en verið að sjá Flash og svoleiðis Summonarspells fór út í ekki neitt. Já. Eins og þegar Solitaire var dauður á hann og barjaræði fyrir náttúrulega. Nákvæmlega. Mafían þarf að fara að skipta hún yfir í sweeping tringita til þess að fara að stoppa þetta vision hjá skákamál. Því þeir sjá algjörlega allt og þess vegna er svona auðvitað fyrir að róma því þeir vita alveg hvar mafían er. Komast bara upp með þetta. Jumpir ekki alveg að lenda Solitaire. Rétt sidestepar á. Og komur bara Solitaire hann að happy feet. Hoppar fram og tilbaka. Dodgar öll skillshotinn. Mjög sögur þannig að gullið er að skríða skákamál hag. Það er þessi 4 távarar sem þeir hafa. Japp. Hvað lítið séðs með þannig á sjöglunum? Ekki mikill. Það er spurning hvað mafían reynir að gera. Svo þeir pinga hart á Retro. Og vilja fara inn hvar þeir finna engage. Gummer Brown. Já, þessi húk hefði gert mikið fyrir hann. Flott út í hjá Solitaire yfir á John Weekend. Áhugaverð. Gummer Brown þarf að blokka Ace in the Hole. Kitti hérna John Weekend nær honum og Super Mega Death Rocket fer alveg framhjá. Turismo eins og er í baklínunni. Stekkur inn á John Weekend og John Weekend feila flashinu sínu. Matmangík er reyndar stönnar af Mr. Smile og flottur Piltover Pacemaker. Xavi stöðvar Matmangík og Turismo er í baklínunni að sjá Mr. Smile og Retro þegar meðan að Solitaire tekur hann Xavi. Mr. Smile hérna að reyna að stoppa Turismo en Playful Trickster rettar hann út til því og þeir sjófa við veifinu niður midleinu ángri enni tárinn en það var lítið gert þar sem að Gummer Brown búinn að respawna og kominn til að gefa smá pressur á samt Retro. Já.
Ég er sammála. Já. Nei, þetta lítur ekkert óbáslegur út fyrir mafíuna. Drekinn var að koma upp og Diddi er ready á staðnum. Já. Og með Blood Boil á Caitlinu þeir væntanlega að fara að slátra honum. Og það er enginn í stöðu frá mafíunni til að gera neitt. Já, komum bara seinni í húkinum til að reyna að stela, en erfitt að stela frá Nunu. Og þá langar í gangi á Xavi, en hann hleypur bara í burtu. Eða flýgur, hvernig sem hann lítur á það. Jep, svolítið ófókust. Þurfum að fara að ná einhverjum picks með Elise eða Þress. Já. En þeir eru bara... Já, skákamát er að hlaupa út allt mappi eins og þeim sýnist. Já, Turismo fyrir henni upp á Retro. Retro þarf að flassa, en Turismo nær hann honum, Randuns slór hann aðeins og hann snýr við. Það fær og lítið út úr þessu heldur en flassa og hann brendi Ignite. Já, en þessi fizz er orðinn dálítið stór og ansi mikið vandamál. Já. Þeir eru ekki með negin svör á hann eins og er, nema kannski Kayle últið, en Já, bara skákamát eru konum með svo gott siege komp að þetta bara þessi þeir húks reyna bara að forðast þessa fights nema bara Turismo kemst í baklínuna sem hann hefur verið að gera í sínustu fightum. Og spampingaðin upp á topp gæti mögulega að ná þessu rotate ef þeir eru á undan, en það er enginn til að sjóa veifinu fyrir þá. Og þeir snúa tilbaka yfir á mid, en þar er veifið enn lengri burtu. Sikrið á því. Og Solitaire hérna lendir inn í Chomper. Og flott hjá Didrix að blokka Super Mega Death Rocket, en hann tekur John Wicked með sér niður. Já, John Naumingja var alveg á kantinum á númúrspinu. Já, þegar þeir drepa hann. Þannig að Heitilöðu döði. þetta var... Ef maður lítur á það þá drápu liðsfélagarnir hans hann eiginlega ekki að drepa Didda. Komast hérna inn á Turismo og virkilega flottur snjóbolti hjá Solitaire, fær instant double út úr því og Xavi lappar inn á Solitaire. Ok, ég bjóst alls ekki við þessu shutdown hjá honum. Þetta, já, ég veit ekki alveg. Ég bjóst ekki við þessu. Hann bara lappaði inn og drap hann. Solitaire hitt ekki kúni sín og það var bara eins og hann vissi af því. Já, fyrir ekki að vel spila hjá honum Xavi. Já, góð ákvörðun. Og þeir eru með ágætis skaða. Í þessa fight þá fór John Wicked dálítið framan af og var refsað fyrir það. Ég hugsa nú ef að þeir fái góðan fight, byrji kannski að ná pikki á einhvern mikilvægan eins og Caitlyn eða Six, og þá er það góðan séns. En þeir þurfa að fá fight sem hentar þeim og til þess þurfa þeir að fara að gera eitthvað, ekki bara bregðast við. Já, það langar í hérna mid tower. Spurning hvort á botlanein fer núna að pussa fyrir þá þannig að þeir gætu rotate á endanum þangað. Yes sir. Já, ef þeir halda bara pressure á hinu leinunum á meðan þá ætti það ekki að vera mikið mál. Turismo hérna einn á 3 Retro og Xavi kom inn á hann. Þeir stóður endar á Ward rétt áðan, þannig að ég held að Turismo ætti að geta komist út úr þessu, en hann er bara að kaupa tíma fyrir restina af liðinu sinni þar sem þeir taka mid-towerinn og ná ágætis disengage með 6 bombunum og náðu damageinu yfir að Mr. Smile. Já, mikið rétt, Didrix húkaður inn en hann fellur og
Ok, bomban skoppa bara í gegnum hana hjá Solitaire og það er double kill fyrir John Weekend. Sástu það? Þetta var mjög skrítið, hún bara Nei, þú er bara að horfa